Jæja, þetta nú aldeilis búið að vera gaman og ég er ekki frá því að það sé nú svolítið partí í hausnum á manni eftir allar þessar upplýsingar og þessi flottu sjónarhorn og bara svona setningar sem hafa komið hér fram. En núna er komið að því að við kynnum til leiks aðildi. Aðildi er fellowship-verkefni sem að Festa setti á laggirnar í fyrra. Núna í ár buðum við háskólanemum á öllum ólíkum stigum háskólanáms að sækja Aðildi felur í sér að viðkomandi fær aðild að Festu í 1 ár, alveg svo aðildarfélög hafa. En að auki þá erum við núna í samstarfi við Össur, sem er einn af stofnaðilum að Festu árið 2011 og er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á heilbrigðistæknisviði og heilbrigðistæknisviði. Aðildi fá sérstakt svona mentorship hjá Össur á árinu, að minnsta kosti 4 heimsóknir í fyrirtæki þar sem að þau fari í gegnum leiðtogahlutverkið, hvað er það að starfa á alþjóðamarkaði í sjálfbærnimálum og svo framvegis og framvegis. Í stuttu máli þá er markmið Festu með þessu að byggja upp getu, hæfni og sjálfstraust meðal háskólanemenda og ungs fólks, að virkja röddina sína og orða hlutina þannig að þau geti skynjað erindi sitt sem best og látið til sín taka á sviði sjálfbærni. Aðildin í ár eru Ragnheiður Sigurgeirsdóttir, hún er í BA-námi í hagfræði og heimspeki og stjórnmálafræði við Háskólann Bifröst. Matthildur María Rafnsdóttir er meistaranemi í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands. Kristófer Andersen er í BS-námi að viðskiptabraut í Háskóla Reykjavíkur. Þórunn Guðmundsdóttir er meistaranemi í rekstrarverkfræði í Háskólanum í Reykjavík. Hrefna Guðmundsdóttir er meistaranemi í stjórnun og stefnumótun við Háskóla Íslands. Margrét Edda Magnúsdóttir er meistaranemi í hnattrænum fræðum við Háskóla Íslands. Lára Portal er í meistaranámi í stjórnun skapandi iðngreina í Copenhagen Business School með sérhæfingu í sjálfbærni. Birgit Ásbjörnsdóttir er í BA-námi í miðlun og almannatengslum við Háskólann Bifröst og Nína María Magnúsdóttir er nemandi í Hallormsstaðaskóla. Við óskum öllum þessum einstaklingum innilega til hamingju. Okkur hlakkar til að vinna með þeim á þessu ári og við vitum að aðildarfélögin og leiðtogar í íslensku viðskiptalífi á sviði sjálfbærni sem eru í samfélagi Festu munu taka vel á móti. En þá er komið að endurgjöfinni. Á hverjum viðburði sem að Festa stendur fyrir frá árinu 2019 þá höfum við markvisst gætt þess að ungt fólk hafi rödd í okkar dagskrá. Það er það þannig að þau eru með eitthvað verkefni sem við kynna okkar viðburðum, þau eru með erindi, oft fyrst á undan ráðherrum og borgarstjóra. Þau eru með einhvers konar sýn á það sem við erum að gera, en í endurgjöfinni að þá biðjum við fulltrúa ungu kynslóðarinnar sem hafa verið að starfa á þessu vettvangi til að koma og segja okkur svona yfir höfuð, er eitthvað vitið í sem við erum að segja og hamast við að gera. Hvað stóð upp úr til dæmis í dag á þessari ráðstefnu og hvað megum við gera betur. Mér langar til að bjóða á sviðið Sigríði Guðjónsdóttur. Sigríði starfar hjá Reykjavíkurborg og er einn af stofnendum Spjöru sem er fataleiga. Sigríði tók þátt í hringrásar leiðtogaverkefna vegum Regeneration 2030 og sænska samtaka ábyrga neyslu síðastliðið sumar. Hún og Lára Kristín Þorvaldsdóttir, sem ætlaði að vera með okkur í dag, en gat því miður ekki sökum veikinda, þær komið fram á Nordic Circular Summit ráðstefnuna sem er einn stærsta hringrásar hagkerfis ráðstefna alþjóðlega sem Festa tekur þátt í að skipuleggja. Kannski aðeins bara varðandi Lára Kristínu, hún er eina sem dettur úr þessum flotta hópi sem hefur komið hérna í dag. Það var engin, hún er ekki með COVID-inu sinni, hún er með eitthvað annað og þið sáu það að við erum með 4 panelista í hverjum panel og það var nú líka að hugsa sem jafnvel þá einhver buffer ef einhver skildi detta út af mikið smitt, þannig að við erum mjög þakklátt fyrir það að fá að nýta nánast 100% mannauð hérna í dag.
Ég ætla að fá að kalla Sigríði Siggu. Endilega. Já, Sigga hefur einmitt komið fram á okkar við bráður og var að vinna hérna í fögrum hópi 9 sjálfboðaliða á ráðstefnunni okkar árið 2020. Velkomin til okkar. Takk hérlega. Og takk fyrir að vera með okkur. Ég ætla nú ekki að standa svona langt frá þér. Ég er ekkert bundið við púlti. Frábært. Hvað segirðu? Heyrðu, bara takk fyrir þennan frábæra viðburð. Það er alltaf gaman að fylgjast með ráðstefnunni og þegar ég sá að þeir voru með Rockström og Kate á dagskráni þá varð ég bara mjög spennt því að Þekktirðu þau? Vissirðu hver þau voru? Ég fór í svona viðbótardiplómunám í umhverfis- og auðlindafræði og þar er náttúrulega bara rosaleg áhersla á þessi kerfi að skilja þessa tipping points og Kate, ég bjó í Amsterdam, var að læra þar félagssálfræði og tók þar þátt í svona ráðstefnu á vegum B Corp, var að skipuleggja hana og hún hafði verið árið áður og var búin að vera bara á vörum allra í Amsterdam og svo í kjölfarið þá tekur þátt í að búa til þessa aðgerðaáætlun fyrir borgina, þannig að það er rosalegt umtal hana þar. Þannig að hún er rockstjarna? Já, alveg svolítið. Amsterdam, kannski víðar. Já, gaman að heyra, en Sigga, við ræddum það í undirbúningnum að við erum alltaf á tánum og í samfélagi festu er mjög fjölbreyttur hópur af fyrirtækjum, stofnunum, sveitarfélögum, litlum sprotafyrirtækjum og stærstu fyrirtækjum Íslands og svo framvegis og við erum öll rosalega meðvituð að við þurfum að læra hratt og þess vegna er endurgjöf svo mikilvæg og þannig að bara, ég hveti líka bara til að vera óhrædd við að segja nákvæmlega hvernig líður með þessa dagskrá. Hvað myndirðu segja að svona, hvað hefur komið fram sem gefur von? Hvað stendur upp úr? Já, svona bara fyrir utan þessa frábæru fræðimenn sem byrjuðu daginn, þannig að það eru allir búin að tala hvað þau voru flott, þá fannst mér rosa jákvætt að það hefur verið komið inn á eins og Rockström, hann kom inn á að það er ekki einungis svona tipping points í þessum vistfræði kerfum, heldur er það líka félagslegir tipping points og það er í rauninni eitthvað sem ég sé ekki oft talað að þegar við erum að tala þessar breytingar sem við þurfum að fara í sem samfélag, að samfélagslega breytingar eru ekki línulegar. Þær eru oft þannig að ef þú kemst yfir ákveðin svona hjalla, þá gerast þær alveg rosalega hratt. En það skiptir svo miklu máli að það þurfa samt að vera þessi frumkvöðlar og leiðtogar í atvinnulífinu sem eru svona early adopters af þessum breytingum til þess að þær geti nokkuð tíma náð á þann stað að það verði eitthvað svona tipping point. En heldur við sem komin á þann stað hérna á Íslandi? Ég frá því bara janúar ráðstefnunnar 2020 til dæmis finnst mér að hafa gerst alveg heilmikið bara áður en ég flutti út, þá var bara enginn að tala þetta á Íslandi þannig að ég flutti heim kringum 2020 og var ekki tilbúin að fara að tala það sem enginn var að tala en svo allt í nú voru allir að tala það. Þannig að ég þarf ekki að gera allt en það er gaman að heyra, það er frábært. En ég held samt að mörgu leyti þetta er rosa flóknar breytingar, þá erum við engan veginn komin sem samfélag á þann stað að það sé einhver svona tipping point þannig séð, kannski á ákveðnum sviðum, kannski þegar kemur að að mjög mikið oft talað vitundavakningu, að við þurfum vitundavakningu og við höfum séð að það Íslendingar eru komin á þann stað, blessunarlega séð að við erum mjög meðvituð, það eru bara rannsóknir frá Gallup sem eru að sýna alltaf 75% Íslendinga eru áhyggjufullir yfir loftslagsbreytingum, þannig að við erum alveg komin á þann stað að við þurfum ekki lengur að vera að segja að vitundavakning sé eina svarið, það eru aðgerðirnar og fyrir aðgerðir þá þurfum við sjálfsögðu hið opinbera og atvinnulífið að gera þessar aðgerðir fyrir okkur Íslendinga möguleg því að mjög mikið af hegðun er bara háð þeim kerfum sem eru til staðar, bara þeim innviðum, hjólastígar, allt hefur áhrif á hvort við getum í rauninni aktað á umhverfisvæn viðhorf.
sem eru til staðar. Einmitt. Og sko nú erum við búin að fara í gegnum þessu umræðu með lykil aðilum úr íslensku atvinnulífi og akademíu og að hluta til frá opinbera líka, veist, og við erum að reyna að ræða við höfum verið að ræða hvernig við getum fært þetta í farveg og gefið í. Finnst þér eitthvað hafa vantað upp á umræðinu? Er eitthvað sem þú saknar, eitthvað sem þú vilt svona sérstaklega beina athygli okkar að? Já, ég þarf eiginlega að koma inn á bara það sem að ég hef áður talað fyrir, bæði í gegnum Regeneration á Nordic Circular Summit og gegnum starf ungra umhverfissinna. Ég tók þátt í að gera sólarkvarðan. Þar köllum við eftir að þið unnir aðgerðaáætlun fyrir íslenskt hringrásarhagkerfi með vísum og svo aðgerðaáætlun þarf að sjálfsögðu eins og hefur komið fram að vera full fjármögnuð til að það gerist eitthvað, því að það alveg til fullt af góðum stefnum og flestir eru komnir á þar stað að það þarf að gera eitthvað, en svona aðgerðir þurfa að vera fjármagnaðar og það eins og við sjáum svo mörg dæmi bara frá Norðurlöndunum. Nú Kaupmannahöfn líka að fara að gera svona aðgerðaáætlun eftir Kleinu-Hringjalíkanið líkt á Amsterdam og þessna og það mikil áhugi fyrir svona Norðurlandasamráði. Við getum alveg verið í samfloti með Norðurlöndunum meira. Ég hefði viljað kannski sjá aðeins meiri umræðan tekin aðeins út fyrir landi og hvernig við getum verið partur kannski af bara Norðurlöndunum í mjög þessu. góður punktur. Þetta er mjög góður punktur. Nú ætla Norðurlöndin búin að lýsa því að við ætlum að vera sjálfbærasta svæði í heimi. Já, og þá þurfum við að vinna saman og sérstaklega sem Roxanne kom inn á eins og með að Noregur svo ennþá að með öll þessi nýju áform að grafa upp meiri jarðefnaeldsneyti, bora upp meiri, alveg 50 eða fleiri verkefni sem hann nefndi. Og hvað er Ísland að gera í því að þrýsta á Noreg gegnum svona samráð og hvernig þáttur atvinnulífsins og þetta hefði ég bara viljað sjá því ég sjálf þekki ekki aðkomu lífeyrissjóða fyrirtækja í því að styðja við þessi áform. Því að þetta rótin, bara það ekki í boði að Noregur sé með okkur einhverjum yfirlýsingum að við ætlum að vera sjálfbærasta svæði í heimi og þau bara eitthvað að gera nákvæmlega það sem að valda þessum vanda. Frábær lokapunktur. Takk Sigga fyrir að vera með okkur og fyrir að rúlla þessu svona að þér virðist auðveldlega upp. Já. Frábæri punktar sem komst með. Takk fyrir þetta kærlega. Það komið að því að taka saman það sem fram hefur komið í dag og fara svona yfir helstu þakkir og svoleiðis. Við byrjum í morgun á því að hlusta á rockstjörnur og leiðandi aðila á sviði sjálfbærni í heiminum. Kannski aðeins að staldra við það. Við erum nú lánsöm á Íslandi að bara fá til okkar svona aðila og við erum líka lánsöm vegna þess að við njótum tiltölulega mikillar velsældar. Við erum fámenn þjóð, við erum bara lítið þorp einhvers staðar og það er svo gott að minna sig á það því að þá ekkert að vera flókið að tengja saman þræðina og kýla hlutin í gang og við höfum nú verið duglega að því oft á tíðum með margt. En það er kannski eitt sem að svona, kannski má kalla eftir í þessari umræðu að í heimi sem að einkennist á svona mikilli óvissu eins og heimur sem við búum í dag, þá eitt af því mikilvægasta sem við getum nokkuð tímann haft, það einhver sýn. Þetta svona eins og vera út af Ballarhafi, bara fljótandi, hafa höfuðu upp úr sem að drukkna ekki, það regla númer 1. Og svo voðalega mikilvægt að vita sirka hvert maður ætlar að fara. Af því að leiðir liggja til allra átta. Og við mögum heldur ekki gleyma því að því að við njótum tiltölulega mikillar velsældar, að þá stundum við viðskipti út allan heim og það mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að það sem við kaupum inn, það sem við flytjum inn, það sem við gerum í öðrum löndum, því fylgir alveg mikil ábyrgð og á að fylgja alveg mikil metnaður og þegar við erum að vinna í þorpinu okkar heima. Þannig að það þetta sem það sem að Jóhann Roxanne talaði sem stewardship. Ég búin að vera örugglega í 8 ára að leita íslensku orði yfir þetta, þannig að bara þið megið endilega senda mig tillögur að stewardship, hvernig siglum við svona farsælan veg í átt að sjálfbærari framtíð og
og hvernig svona ákveðum við hver sá vegur og það mjög mikilvægt, við höfum heyrt það gegnum Jóhann Rockström, Siggu hérna áðan og Kate Raworth í morgun að það ríkir svo sannarlega samfélagslegu sáttmáli hvað við viljum ekki og hvað við viljum. Mark Carney, fyrrverandi seðlabankastjóri Englands og sérlegur erindreki breskra yfirvalda á loftslagsfundi Sameinuðu þjóðanna í nóvember, hann tekur þetta örugglega fram á öllum sínum í öllum sínum erindum. Það ríkir samfélagslegu sáttmáli hvað við viljum, eftir hver erum við að bíða. Þannig að og það þetta með auðsöfnun að fára hendur og afli sem býr í fjármagni, hvaðan sem fjármagni kemur, hvort sem lífeyrissjóður, einkafjárfestar eða hið opinbera. Það svo mikilvægt að hafa svona beittan ásetning að fjármagn þarf að stuðla sjálfbærni. Við vitum alveg að það skilar alveg fínni arðsemi og þau fyrirtæki sem eru þar sýna meiri seiglu, þau endast til lengri tíma og þau gera sig stöðugt meira og meira gildandi af því að þau eru í stöðugu samráði við starfsfólk upp og niður virðiskeðjuna á vinnustaðnum, nærsamfélagið, það sem kallast hagaðilar hverskyns reksturs. Og það má geta þess að forstjóri stærsta fjárfestingarsjóðs, eignastýringarsjóðs í heimi, BlackRock, sem hefur, alveg umdeildur líka í gegnum tíðina en hefur síðastliðin ár lagt mikla áherslu á þetta og gefur okkur svona fullt sjálfstraust þegar við segjum að slíkar fjárfestingar borga sig betur heldur en fjárfestingar sem stuðla sjálfbærni. Þannig að þetta svolítið no-brainer. Og ég held að við vitum þetta öll en við erum svona að reyna að leita leiða til þess að fylgja þess eftir og koma þess í góðan farveg. Já, við erum búin að fara yfir stöðuna og við ræddum hlutin út frá jörðinni og við settum hann í samhengi við Ísland og Íslands samhengi. Við byrjum á að ræða eitt flæði fjármagns og vorum það með alveg dúndur aðila í panel og við heyrðum að við erum á réttri leið, við erum að gera góða hluti en svo heyrðum við líka bara þetta ekki nóg. Við þurfum að gera betur og í slíku samtali þá fagnar maður örugglega fyrst og fremst bara hvað það frábært að við getum tjáð okkur, að við getum skipst á skoðunum og við hjálpum hvort öðru líka að vera hugrökk og segja hlutina og ýta okkur áfram og að svona bara að rýna til gagns jákvætt af því að við erum öll að læra svo hratt. Við tölum að það fleira sem sameinar okkur en sundrar, við eigum eina jörð, hún heimilið okkar og það þessi svona jarðarhugarfar sem að við erum jarðarbúar, við þurfum að tileinka okkur það í öllum ákvörðunum. Já, og svo kom hérna fram í líka fjármagn þarf að flýta fyrir tækniþróun og það kannski líka bara til að súmera rosa marga litla þræði sem kom hérna fram að bæði fjármagn og tækniþróun leið að markmiði en ekki markmiði í sjálfu sér. Og stundum það bara alveg nóg áminning. Og markmiðið sjálfbær framtíð og mannsæmandi líf fyrir fólk og frjósamt líf í vistkerfum jarðar. Já, kannski eitt sem að mér fannst aðeins vera líka svona blæbrigði, það hvernig erum við undirbúin fyrir þetta breytta hugarfar sem við erum alltaf að tala um. Það svona paradigm shift, viðmiðaskipti, við vitum allt, við höfum þekkinguna, við höfum tæknina, við höfum fjármagni, aldrei áður hefur verið eins mikið fjármagn til þess að fjárfesta í sjálfbærari framtíð. Hvernig verður hugarfarsbreyting til? Og hún verður til á marga veg og ég ætla ekki að rekja það hér. En það bara eitt sem að ég hugsa sjálf verandi miðaldra íslensk kona. Það eiginlega bara rosalega fá okkar sem voru meðvituð þessa hluti fyrir einhverjum 30-40 árum síðan. En ég spyr mig stundum þegar ég fer í heimsókn í háskóla jafnvel og framhaldsskóla af hvað miklu leyti erum við að kenna börnunum okkar þetta. Og ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum að taka svolítið alvarlega og ég meina fyrir nokkrum árum þá var Finnland að mennta 70.000 grunnskólanema í hringrásarhagkerfinu. Þannig að já, að lokum þá langar mig til þess að þakka aðalstyrktaraðilum þessara ráðstefnu, Landsbankanum og Arion banka. Mér langar líka að þakka kærlega öðrum styrktaraðilum sem eru Sjóvá, held alveg í spjaldið mitt svo hrættum að gleyma einhverjum, Sjóvá, Íslandsbanki, Kvika,
Eimskip, sænska sendiráðið á Íslandi og atvinnuvegaráðuneytið. Að halda svona ráðstefnu sannarlega teymisvinna og við erum rosalega þakklátt öllum þeim sem hafa komið að þessu með okkur í dag og það eru töluvert margir fyrir hvert einasta pallborð, fyrir hver einasta pallborðsumræðu eru margir klukkutímar að baki og mikið samtal, mikil fræðsla og hver og einn panelisti hefur gefið sér tíma til að kynna sér það sem hér hefur verið rætt, þar að segja þolmörk jarðar og kleinurhringjahagfræðin í íslensku samhengi. Þetta ekki tæmandi listi en mér langar að þakka líka starfsfólki Hörpu. Þetta búið að vera skemmtilegu dans, við erum búin að belgjast út í 200 gesti, niður í 20, svo 55 og alls konar og það hvert flækistigið eftir öðru og þið hafið gert þetta sérstaklega vel og sérstakar þakkir fær Helgi Jóhannesson. Sofía hjá almannatengslafyrirtækinu Langbrók, hún hefur hjálpað okkur að miðla efni ráðstefnunnar á mjög öflugan hátt og mjög svona á nýtinn hátt skulum við segja og mér langar til þess að benda ykkur á að það eru frábærar greinar og viðtöl sem hafa verið birtast á Vísi í þessari viku sem ég mæli eindregið með. Ótta Proppi og bóksala stúdenta, takk fyrir að taka bækurnar í sölu og selja það svona vel því það þýðir að því fleiri að kynna sér þessu ótrúlega fræðandi og mögnuðu svona hugsuðu sem við kynntum í morgun. Hvert eitt og einasta ykkar sem komið fram hér í dag og auðvitað alveg sérstaklega auðveldararnir sem alveg frábær íslensk þýðing á Facilitator sem Hallgrímur Helgason þýddi fyrir okkur fyrir mörgum árum. Ásthildur, Heiða og Tómas, kæra þakkir fyrir frábær samstarf og verk og Sigga fyrir heiðarlega og flotta endurgjöf. Við þakkum fjölmiðlum fyrir samstarfið að miðla þessari ráðstefnu. Eitt helsta hlutverk Festu að fræða, ýta við, hvetja til, blása í brjóst, þannig að það skiptir öllu máli að því við erum svo lítilega innan að þið hjálpa okkur að vera stór og utan og streyma þessu og hvetja alla til að horfa á upptökuna seinna og aftur og aftur og aftur og aftur. Aðildarfélögin okkar hjá Festu, þið eru hjarta í þessu öllu saman, án ykkar værum við ekki og þakka ykkur fyrir stuðninginn og fyrir að augra stöðnun og status quo og færa okkur fram í átt að sjálfbærni. Kíkið á heimasíðun okkar samfélagsábyrgð.is, þar dagskrá Festu framundan, upptökur frá því í dag og alls konar bara svona sjálfbærnis góðgæti. Ég þakka fyrir mig, takk fyrir samveruna.